og klukkan orðin rúmlega 4. Það þýðir aðeins 1 að 2 harðir hafa hafið göngu sína þennan drottinn stýrða daginn. Við sitjum hér ég, Auðun Blöndal og Egill Einarsson í beinni útsendingu frá skemmtigarðinum í Smáralind. Það bara þannig, það nákvæmlega þannig. Og ég verð nú að viðurkenna það að það er töluvert þægilegra að sitja hér í leðursófa í útvarpinu heldur en í stúdíónu okkar kalda. Já, þetta er eitthvað kósí. Þetta er hrikalega kósí, sko. Sko, þegar þú sagði mér að ég væri að fara skemmtigarðinn og það er með smá áhyggjur að þið fyrst. Já. Eftir ég mætti þetta. Vá. Já, það er búið að breyta öllu hérna uppi og það er hrein veistlega gangi. Ég var að rústa agli hér í körfuboltakassanum. Það er eina svo góður í. Það er þessi helvítis körfuboltakassan. Þetta er ekki mér að kenna þú heimt að fara í hann. Þú baðst að fara bara. Við fórum í hann tvisvar. Já, En við fórum í einhvern stóru, djúvöldlega góðu kassin. 7D eitthvað koncept. Já, ég verð að gefa skemmtigarðum það. Ég held að það væri bara eitthvað svona krakkatæki. Já, ég var skítrættur. Já, ég líka. Þetta var bara snilt. Já, zombie shit, sko. Man fekk bara í magan og við verðum hér í allan dag við Egill í beinni frá skemmtigarðinum og við erum með veislu handa ykkur í dag, kæru hlustendur sem fyrr. Veisla.is eða veisla.org eða hvað? Þetta er veisla.is. Ok, komdu með þetta. Hvað er í gangi? Á ég að hendi svo þig? Komdu með þetta. Ok, það sem við ætlum að gera er við ætlum að spila fyrir ykkur stórkostlegan hrekk á Ingo Veðuguð sem var tekinu upp fyrr í vikunni. Okkur grunaði að Ingo Veðuguð væri byrjar að, svona catch on to us. Já. Þannig að við þurftum að ringi hann í miðri viku, ringdi hann í gær á 50 He never knew what hit him. He never knew what hit him, því að við höfum alltaf ringt í hann á föstudögum. Ákvaðum að breyta upp á nýjung, ringdum í hann í gær og fengum Loga Bergmann með okkur í lið. Og trúið mér, það er stórkostlegt símtal, allavega höfðu við gríðalega gaman að þið. Við hlægjum allavega. Já, og það sem var svo fallegt við það, hann fattaði ekki að þetta væri við. Nei, hann hafði ekki hugmynd. En líka út af því að, þú veist, Logi er bara góður í þessu. Já, Logi Bergmann var sem sagt... Hann er hekkjusvín, sko. Já, Logi Bergmann var sem sagt að dobla hann í bombuna. Í spurningabombuna og við viljum ekki segja meir. Nei. En hann var með okkur í liði. Svo er það föstudagslagið á sínum stað, Chubby Little Loverboy. Svessi Bergmann mætir hér og eftir og, mun syngja úr sér hjartað. Kemur Tartmouth hingað og syngur fyrir fólk í skemmtigarðinum. Já. Það er það sem er að fara að gera. Það er að fara að gerast hérna eftir. Þú ert rugglaður. Já, Sverrir er rugglaður. Þetta er bara veistla. Verður hann að selja að falli lauf á sama tíma? Já, sko, ef að Sverrir væri með eitthvað sens þegar kemur að selling records, þá væri hann eins og Herbert Guðmundsson með fullan bíl af plötum. Já, ég lofa hann, kemur ekki með 1 disk. Það er allt niður þessu. Vinur minn, besti vinn með Reynir, hann var í MH einu sinni, Herbert Guðmundsson, hann hélt einhverja svona tónleikaðar, eða var með svona ball, svo þegar ballið var búið þá sagði hann, vill einhver kaupa disk? Og allir bara, ertu með diska? Þá bara bakkaði hann jeppan minn, opnaði skottið og áritaði með silfurpenna. Big Giant Herb Machine. Já, Sverrir hefur bara ekki þetta selling sense. Hann er bara, ef fólk nennir og kannski ferði átt í búð og kaupi diskina, ég veit ekki, ef nenni ekki og bara sleppi því. Látum hann heyra það. Já, látum hann heyra. Kannski kemur hann með diskinn sinn. Það þarf bara að fara í Marketing 101 hjá Nonna Plug. Já, diskurinn hans er reyndar ekki komin út. Hann hlýtur að komin út, hann er tilbúinn. Já, hann er komin í verslan. Seldu diski in Tartmouth. Já, Sverrir verður hérna eftir með, sem sagt, föstudagslagið í beinni útsendingu frá skemmtigarðinum. Þannig að fólk vil heyra Tartmouth live og kemur það bara í skemmtigarðinu. Já, ekki spurning. Og svo er það líka stuna dagsins. Stuna dagsins, hausverkum helga, dagskráliðurinn okkar Jókum Vil. Já, svona, þetta er vætræðist dagskráliðurinn okkar en skemmtilegur engan síður. Skemmtilegur. Já, og ég sá sem að giska rétt á stunu dagsins vinnur Tanger Eyborð á Austur. Veistla. Það er enn einn veistlan, svo eruðum eitthvað meira hérna. Við erum með Sturla staðrindina á sínum stað og svo ætlum við líka að fara í Starbucks virðinslun okkar og ég er samt pínur hrættu við hana í þetta. Já, ég veit það. Þú sagðist þér eitthvað nýtt koncept hann okkur? Já, nýtt konceptið mitt. Ég er búinn að googla mikið þetta svo við rétt og shit. Nýja konceptið er Bad Boy. The Bad Boy? Það verður a Bad Boy. Þeir kellingar elskar Bad Boys. Já, ok. Og hvernig ætlar það að vera Bad Boy í síman? Ég veit það ekki. Ég vil strax með miklar áhyggjur af þessu. Þetta er bara koncept sem ég er með þetta. Slakað á. Ég sá hvernig þú horfðir á mig. Ég veit ekki hvað maður gerir í þessu. Ég er sallast slagur. Bara það er búið gangi illa hjá okkur. Ég er starting to panic. Já, ok. Þannig að við ætlum að vinna með Bad Boy í dag í Starbucks virðinslunni. Þannig að eins og þið heyrið kæru hlustendur þá ætlum við að koma með fullan bíl af skemmtiefni. Það þarf að bakka inn með hennar bíl? Herðu, hann er að bakka inn í skemmtigarðinn. Þannig að ekki voru ykkur að skipta stöðu eða fara úr bílnum eða hætta að hlusta. En fáum næsta lag og ég sé ekki eins og hvað næsta lag er af því að við erum hérna niðri skemmtigarð. Já, skulum bara fá fyrsta lag þáttarins. Já, þið eru að hlusta á FM 957 með ykkur í dag er það meistarinn Auðun Blöndal og höfðinginn Egill Einarsson og við erum að live frá Smáralind frá skemmtigarðinum. Hvað, getur ekki talað eins og maður eða?
Þá erum við beinni frá skemmtigarðinum minni Smáralind. Ég byrjaði mjög hress, ég var að keyra tempóð þess niður. Já, okkur ást að keyra það niður. Ég er bara með alls konar nýjar tæknibrellur í þessu kynningum mínum. Já, ok, ætlar að leika svolítið með það? Já, bara þú veist, keyra tempóð þess niður, það er margir að kvarti yfir tölum á hratt og eitthvað. Já, ok. En hvað segir Öðumblötu? Hvað er veislur á detti núna? Við erum að fara í slúðrið, það er ekki skrítið og sett ekki búin átt á því og við erum búin að taka nema 50 þættir með mér. Og ég ætla að byrja slúðurpakkan á Taylor Swift en þessi söngkona sem að, var með honum Conor Kennedy er á lausu þessa dagana. Conor Kennedy og hann er úr Kennedy ættinni. Þau eru búin að vera að hittast núna í nokkra mánuði og ég sagði ykkur frá því fyrir í vikunni að Taylor Swift, að hún ætti það til að flytja í sömu götu og þeir sem hún er að deyta. Það er weird. Já, það er eitthvað þing hjá henni. Og hún er nýbúin að kaupa sér hús upp á $4,5 milljón sem er rúmur $0,5 milljarður íslenska króna í sömu götu og Conor Kennedy. Og samkvæmt einhverjum félaga hans, Conors, sem er aðeins 18 ára gamall, sagði hann að hún hefði verið allt of pushy, eins og stendur hérna. The country star came on way too serious and way too fast, sagði vinnur hans. Já, þannig að Conor sagði bara, hey, I'm out of here. Já, bara herru, ég er 18 ára og þú ert að hræða mig. Þannig að hún fekk sér bara íbúð beint á móti og bara með kíkinn og alla pakkan. Já, þetta er eitthvað þing hjá henni, því að hún var búin að gera þetta áður með síðasta kærastanum sinni líka, keypti hún hús í sömu götu og hann. Já. Þannig að það er síðan bara heima á kvöldin og fer að Toyota Camry 2003. Já, það er einhver Ég veit það ekki. Það er einhver ásyngi hérna í gangi. Ég er ykkur á hann. Hann er bara ég veit það ekki. Taylor Swift margt niður þessu, ok. Við óskum henni allsins besta en hún er á lausu, strákar, eru fyrir einhverju áhuga á því. Fallegar country-stjörnur. Svo er það Lindsay Lohan, hún er búin að... Má ég koma innskott? Hvað? Hún er búin að koma sér eitthvað vandræði. Sko, when it rains, it pours, hérna hjá Lindsay Lohan. Var hann að drulla á sig eitthvað meira? Já, það er bara rignandi skít hjá hann þessa dagana, ljótt að segja. Það gerðist. Ég var einmitt að segja bara núna síðast í gær að ég hlakkaði til að geta komið með eitthvað jákvæða fréttir af Lindsay Lohan. Það er bara ekki að gerast. Og það nýjasta er að upplýsingafulltrúi hennar var að segja upp. Hann getur ekki staðið í svo lengur. Skal engan undra, þetta er örugglega erfiðast að vinna sem hún finnur. Því að það er alltaf verið að hringja í hann og spyrja, herðu, nú er verið að saka hann að stela hérna fötum af setti og það var slúðrið í gær og var að ræna fötum fyrir $15. Já, ok. Hvað heldur hann að svara fyrir þetta dag eftir dag? Maður getur ekki staðið því. Nei. Hann er eitthvað síman alla sólarhringja. Þetta væri bara eins og að vera upplýsingafulltrúi þinn. Það myndi ekki nefnast að því. Er hann komið nýtt nafn? Nei, ég veit það ekki. Nei. Þannig að Lindsay Lohan, hún er ekki með neitt publicist núna. Ok. Og það er ekki... Menn geta sótt Já, ég meina, hvað getur Lindsay Lohan gert núna? Ef hún er að hlusta. Málega, hún er með allt niður sig. Getur þið hjálpað hann eitthvað? Já, hún þarf bara að gera það sig. Já, sko, það er eitt að skýta á sig. Hún er að sko skafa skítun úr augunum á sig. Já, ég meina, en menn hafa drullað og rifis upp, eins og Robert Downey Jr. til dæmis. Reyndar, já, góður punkt. Sem er einn heitasti leikarinn í Hollywood í dag, var með allt niður sig, eins og Lindsay Lohan. Hann bjó í ræsinu. Já, og hún er ung ennþá. Já. Þannig að við getum ekki afskrifa hana strax og þarf bara að, og þarf ykkur vinkonunnar eða vinurinnar, fara heim til hennar, löðrungarna, bara með fisk helst. Sko, segja hennar að gera það sig. Já, segja hennar að gera það sig og loka foreldrar hann inni. Hún náttúrulega kemur undan einhverju hvítasta hiski sem ég heilt sko, pappinnar er ræfill og mamminar er að stela efinn eiturlyfjum og eitthvað. Hvers konar viðbjóður er þetta? Stela eiturlyfjum hennar? Þannig já, það var slúður hérna daginn. Voru að hnakka í það. Já, þú kannski kúpla sér frá foreldrar sínum þá, byrja því. Já, en við óskum minn allsins besta og það getur vel verið að foreldrarna séu topp fólk, ég veit ekki, ég segi bara svona, ég treysti á slúðri. Svo er það, síðasta slúður dagsins, Jessica Simpson og, Jessica Biel og Justin Timberlake giftu sig daginn og hefur... Akkur sagður Jessica Simpson? Ég veit það ekki. Og Jessica Biel hefur ákveðið að taka eftirnafnans Timberlakes, eftirnafnans Justins, þannig að hún er núna Jessica Timberlake. Hvernig er þetta að fíla það? Mér finnst það astnalett. Mér langar að æla á sagði mér þetta. Nó, Timberlake er saman. Nei, það mun að hætta saman, af fact, það er sem gerist í Hollywood. Þá tekur hún bara Biel og þá þarf hún aftur að fara að hringja í hérna eitthvað, sem hörði ég að betra andrið mér aftur. Vesen. Þvílíkt vesen Egill. Eitt gott síntal. Já, skita, mín persónulega skoðun. Þín persónulega skoðun og þú er rétt á henni. Við ætlum að fara núna í örstuttar upplýsingar. Örstuttar upplýsingar, hörðu, Jessica Simpson og örstuttar upplýsingar. Það er allt í rugli hérna. Við ætlum að fara í örstutt skilabóð ætla ég að segja og komum svo með Starbucks viðreynsluna þar sem við ætlum að reyna að vera bad boys. Já, ég er skítrættur við þetta.
Tveir harðir í FM 95 Blö ætla að vera í beinni útsendingu frá skemmtigarðinum Smáralind í dag. Í tilefni þess að nú búið að kaupa ný tæki og breyta efri hæðinni í skemmtigarðinum í Smáralind fyrir fullorðna ætla Auðun Blöndal og Gils að bregða út af vananum og senda FM 95 Blö í beinni í boði Pepsi. Fylgist með á FM 957 og vinahópurinn þinn gæti fengið boð í partí frá klukkan 5 til 8 í dag. Fastar og fljótandi veigar í boði, frítt í öll tæki og Sverrir Bergmann spila fyrir gesti. Á sama tíma skemmtigarðurinn að kynna nýtt tilboð. Partítilboð Pepsi. Komdu, fáðu skorkort og kepptu við vini þína í glænýjum og geggjuðum leikjum fyrir fullorðna. Þú borgar 1990 kall eftir klukkan 7 allar helgar og spilar í öllum tækjunum eins oft og vilt í 60 mínútur. FM 957 og skemmtigarðurinn Smáralind efri hæð, nú fyrir fullorðna líka. Hey þú, já þú, viltu næla þér í splunkunjan iPhone 5 síma? FM 957 og 1011 í samstarfi við eSíman.is vilja gefa þér iPhone 5. Endur í næstu verslun 1011 og keyptu Stimmuroll og þú ert komin í pottinn. 50daginn 1. nóvember verður síminn dreginn út í beinni útsendingu hjá Heiðari Ausmann. Einnig verða gefnir frábæri aukavinningar frá Stimmuroll. FM 957, 1011 og eSíman.is. Gullkynnir. Halloween trilling helgina á English Pub í Hafnarfirði. Föstudagskvöld, Ingo Veðugvöð. Laugardagskvöld, Júlla Disco. English Pub, Hafnarfirði. Í tilefni af opnun veitingastæðarins Fellini í Keiluhöllinni í Egilshöfn og rúmlega 500.000 gestir hafa komið í sambíóin Egilshöfn. Keiluhöllin og sambíóin að vera með 15% afslátt af matseli og 2 fyrir 1 tilboð á valdarmyndir alla helgina. Ef þú vilt upplifa keilu eða kvikmynd á einstakan hátt, komdu þá í Egilshöfn. Orkusalan og Höfuðborgarstofa í samvinnu við Hönnunarmiðstöð Íslands leitað opnunaratriði fyrir vetrarhátíð í Reykjavík 2013. Yfirskrift hátíðarinnar magnað myrkur og umsóknarfrestur til 16. nóvember. Allar nánari upplýsingar á hönnunarmiðstöð.is og orkusalan.is. Orkusalan í stuði á vetrarhátíð. Ný hleðsla í Fernu. Byggðu þig upp með 100% íslenskum próteinum. Lífið æfing. Taktu á því. Halloween party á English Pub í Reykjavík á laugardaginn. 2 fyrir 1 koktelum milli 21 og 23. Vegleg verðlaun fyrir besta búninginn. Láttu sjá þig í Halloween stuði. English Pub, Reykjavík. Risapottur í enska boltanum helgina. 190 milljónir fyrir 13 rétta. 1x2. Við tippum. Kóróna-klikkun á Mánabar alla helgina. Kóróna á tilboði og stanslaus gleði. FM 95 Blö á FM 957. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hér á 2 harða í beinni útsendingu frá skemmtigarðinum í Smáralind og það verið að dæli okkur einhverju good shit mat hérna. Þetta er veistla. Það hugsa vel okkur félagarna núna. Já, við eigum að fara ofta svona út í bæ. Af því að í staðinn fyrir að sitja bara 2, eins og ég veit ekki hvað í stúdíónu. Hérna sitjum við bara í leðursofasetti og það eru bara veitingar og
Hættu, svona átt að vera. Ef að menn að hlusta sem eiga veitingastað, þá er sambandið Söludeild 365. Það var einhver sem hefur það jafn kósí og skemmtigarðurinn í Smáralind, þá erum við til. En ég þetta komið svolítið óvart hérna, því að ég held að þetta væri bara fyrir Tiny Little Babies í skemmtigarður. Já. Ég vissi ekki að það væri hérna. Þú kynntist kæristunni hérna, ekki? Hvaða kassa voruð þið þegar þú kynntist? Haldt áfram. Nei, ok. Ég vissi ekki að það væri að bar hérna, og hérna sem selur ískaldan bjór, og þetta horfa á fótboltaleiki hérna, og þetta er í pílu hérna, og það er að gera allt hérna. Hvernig, ég hef ekki hugmynd þetta. Þeir opnaði hérna eftir klukkan 5 og við hvetjum alla til að koma að kíkja. Sverrir Bergmann tekur föstudagslagi hérna í beinni og eftir fyrir liðið og... Já, hann kemur með falliði lauf með sér. Já, falliði lauf og fleira. En Egill, veistu hvað er komið að? Ég hef ekki hugmynd, en... Hvað heldur þú? Við erum góð spenntur og hlýtur eitthvað good shit. Já, það er rétt hjá, það eru sturlaða staðreyndir. Yeah! Við erum í sturlaða staðreyndir og svo tökum við Starbucks viðreynsluna hérna næst. Er eitthvað dýra staðreyndir eða? Já, það er eitthvað hérna, en þú veist það eru konar nýja reglur. Ein sturlu staðreind sem ég segi er ekki sönn. Þannig að 9 eru réttar, en ég er búinn að búa til einu og þú átt svo að giska í lokin hvað það er. Ég mun rúla því upp, ég lofa því. Ok, ertu klár? Yes. Það fara 313.619 kílómetrar af klósettpappír á ári hjá Disney World í Florida. Það er ekkert smá mikið, mann. Gerir þetta fólk ekki þar að hægja sér þar, eða? Nei, þetta er náttúrulega bara yfir allt árið. Hvað er þetta sé bara starfsmenn, eða? Bara fólk sem er að detta að inni, Egill. Ég meina, ef þú kúkaði þar? Ég hef ekki komið í Disney World. Ef þú hefði farið? Nei, ég á að reynda mjög erfitt með að hægja mér á almenningssalernum, þannig ég myndi reyna að sleppa þér. Gera það bara upp á hótel áður í færi. En ég var alltaf áfram. Svo er það næsta. Hland er gott við sólbruna. Sturlu staðreind. Það er líklega eitthvað mest að kjafta þess ég heilt, held ég. En ég held samt að sé enginn að fara að hjóla í það. Hvað, ætlar þú að míga á mig ef ég brenni það? ég myndi glaði gera það. ef þú hefur áhuga. Bara hvað er Golden Shower? Nei, hann er svo sólbrunnin og greið. Hvað brannaði skallinn? Hvað aloe vera bara búið og mennur fann að míga okkur annar núna? Það er eitthvað ógeðslegt. Svo er það næsta. 28% af bandaríkjamönnum hafa átt í ástarsambandi við yfirmann sinn. Það segir sér sjálft. Já, það segir þessi sjálft. Mér finnst þetta rosalega há tala. 28%. Auðun, ekki vera svo barnalegur. Hvað meinar það? Þú veist, ok, þú ert að vinna, segjum bara, þú ert að vinna hjá rúmfattalaganum. Já. Þú ert með the hot lady sem er your boss. Já. Og hún segir hérna, Auður, hvað er það sem spjallaði hérna? Ó, þú lappar inn hana í rúmfattalaga skýrtunni og með allt niður þig. Og hérna, síðan segir hún bara, þetta er sem er að gerast núna. Það er ekki þig. Nei, það er ekki lagi með þig. Svo er það næsta. Þetta er reyndar ógeðslegt. Kvenkins orb web kóngulóin étur maka sinn eftir kynlíf. Sturlu staðreind. Ég enda vissi þetta út og ég er animal lover. Það kemur því ekkert við og setja en animal lover að þú vissi þetta er að því þetta tengist í kynlífi held ég. Og kóngulóm. Nei, þetta er góð rugglaður. Hvaða kallkins kóngulóm hjólar í þetta? Vitandi að þú er étinn. Hversu gráðu þarf það að vera? Já, ég held að hann tekniklega veit það ekki held ég. Já, ok. Það sé bara hot lady og bara sem að sér búið til barn og... Reynda þegar þú segir það, þá eru allar karlkins kóngulær sem að fá að ríða eru þá reynir sveinar. Það er það bara þannig. Annars væri hann ekki... Síðan er þetta bara búið. Annars væri búið að geta. Já, bara game over. Já, þetta er leiðinda lífmaður. Sem betur fyrir er ég ekki orb web kónguló. Svo er það næsta. Það er erfiðar að hætta á Facebook en að hætta að reykja og drekka. Sturlu staðarinn. Já, ég er ekki frá þessi rétt, sko. Já, þú náttúrulega reykir ekki. Ég reykja ekki. Ég fengi mér í glaða samt. Já, þú hattar ekkert að hellið yfir góð tilefni. Heldur að vera léttara fyrir að hætta að fá þér a couple of brewskis heldur en að hætta á Facebook? Nei, ég myndi bara halda fram á Twitter og myndi ekki fara að grænja yfir að Facebooki væri farið, sko. Já. En ég meina að maður fer inn á Facebook líklega, ef maður á ekki að íkja, örugglega svona 60 sinnum á dag. Já. Þú veist, bara í símanum og í tölvunni, bara svona vani, maður fer inn okkur, maður skoðar, veist, vísi.is og eitthvað, NBL, síðan bara Facebook. Já, en spáðu... Þannig að þetta er... Maður er orðin háður, Sökkuberg, maður gera maður háður þessu helgi. Já, ég veit það. Það verður bara viðurkennast. Svo er það næsta og það eru 12 kaloríur í matskeið af sæði. Og jafn mikið og að éta 3 ópalpillur. Jájá, fyrir bara næsta. Það búa 7 miljardar á jörðinni og það tæki 32 ár samfleytt að hitta alla í 1 sekundu fyrir hvern og einn. Það eru 7 miljardar og þú ætlar að hitta alla sem búa á jörðinni og myndir hitta á alla í 1 sekundu hvern. Það myndi að taka 32 ár. Það var langur tími. Já, ég myndi ekki nenn að standa í því. Svo er það næsta. Meðal árslaun strippara í Bandaríkjunum eru $125.000 á ári eða cirka 15 milljónir íslenska króna. Þannig að strippararnir að út eru með meira miljón. Já, þetta eru erfiði vinnutímar og getum alveg hugsað með skemmtilegri vinnu, sko. Það er að vinna á nóttinni, sko, þannig að það er hærri kaup, það er bara hannig. Já, það eru á einhverju svona nætukaupi. Já. Svo er það næsta.
og þetta hérna fannst mér skemmtilegt og eitthvað sem ég kannast við. Fruit flies, eða ávaxtaflugur, sækjast í alkohól þegar þeim hafnað af öðrum ávaxtaflugum. Þannig að ef það einhver fruit fly að reyna við aðra fruit fly og vill hann ekki, þá sækjast hann í svona áfengt ber og annað. Bara flýgur hann í ÁTFR og... Nei, fyrir ekkert að kaupa sér gipu, en sækjast í alkohól. Þannig að fruit flies ekkert svo ólík okkur mönnunum, sko. Já, þetta magnað. Skemmtilegt. Svo það síðasta, og þetta eitthvað sem ég setti sérstaklega fyrir þig, alveg up your alley. Tippið á bláhval 2,5 metrið að lengd. Ok. Það ekkert smáraði. Það bara þannig. Og þar ég að giska núna hvað af þessu var horseshit. Já, hvað af þessu var kjaftaði að þessu stjórnlegu stærnundi. Ég veit að það sem ég held að núna fullt af fólki í bílnum að keyra eða heima hjá sér og þau eru búin að hugsa núna, ok, ég held að þetta sem kjaftaði. Þannig að við erum að tengja hlustendur í hérna leik líka. Já, ég held að matskeið af sæði 5 kaloríur, ekki 12. Gat verið þú myndir skjóta á það. Nei, það stjórnlegu stærnda. Það eru 12 kaloríur í matskeið. Það sem hafa kjaftað að hland ekki gott við lýi. Nei, við líi, hland ekki gott við sólbruna, það ætla ég að segja. Það var ekki gott við líka, hvað voru að ljúga, bara míga á hann? Nei, ég meina, þú trúði því en trúður ekki með hitt. Já, þetta því að, veit það hvernig trúði? Okkur. Út af þú ert stungin af jellyfish, þá míga á það. Já. Þannig að ég einhvern veginn hugsaði, ok, þú ert stungin af jellyfish, míga á það, sólbruni, míga á það, ok, ég tengdi það þannig saman, gæti mega sent, það var vel gert þér. Þannig vissi ég myndi ná þér, fáum Kanye West, gerum við þessi gang, það förstu dagur, hér rétt handa af hornið Starbucks viðreynslan og við ætlum að vera með nýtt approach, við ætlum að vera bad boys. You know what that means? No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hard, motherfuckers wanna find me. Alls fagnaðar og bjóða vinnufélagunum í ævintýraferð fyrir bragðlaukana á Krúa Thai. Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinum Magazine drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær matarveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og þitt fyrirtæki á heimasíðu FM og þú getur átt von á veislu. Krúa Thai býður upp á frábært úrval af thailensku mat í hæsta gæðaflokki. Morgunþátturinn Magazine og Krúa Thai. Hann bróðir þinn, hún systir þín. Kristján Ingi og Ós Gunnars á laugadögum frá 10 til 1 á FM 957. Og síðan þá var bara, það var ekki séns að rífa hann frá tölvunni. Sko, hann var í næstu sólarhring fyrir utan Elko að bíða eftir þessum tölvuleik. En það var gæinn sem var fremstur í röðinni. Veitu, hvað hann gamall þessi gaur? Hann 28. Þetta bara ekkert fyndið. Nei, og veitu, þið 2 börn segiru og þú ert búin að henda honum út og það bara beint út af þessu leik, eða? Já. Fær hann ekkert að flytja inn aftur kallinu, eða hvað? Ég veit það ekki, sko, ekki, þú veist, ég meina, ef hann fer að taka bara þetta USB-tengi út úr raskatinn á sér, þá ég alveg tilbúin að ræða það, sko. Kristján Ingi og systir hans, alla laugardaga frá klukkan 10 til 1 á FM 957. Lottobátturinn stefnir í 30 milljónir. Lifðu þér smá lottó. 2 ómissandi leikir í enska boltanum á Sport 2 á sunnudag. Baráttan Bílaborgina og toppslagurinn á brúnni. Everton Liverpool klukkan 13:15 og Chelsea Manchester United klukkan 15:45. Tryggðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á stöð2.is. Það ódýrara að horfa á enska boltan heima. Sport 2, enski boltinn. Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominos. Laugarás Bíó kynnir í fyrsta sinn á Íslandi. Bíósýningar í 4K. 4 sinnum skýrari mynd. Laugarás Bíó. Ávallt í farabróti. Kórónaklikkun á Mánabar alla helgina. Kóróna á tilboði og stanslaus gleði. Vetur konungur heilsar okkur með lottobotti sem stefnir í 30 milljónir. Lifðu þér smá lottó. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Á FM 957. Tveir harðir með ykkur hér á föstu degi og það komið að vikulegum lið sem að ég veit ekki Egill.
Sko, þetta hefur ekki gengið neitt hjá okkur. Að vera að hringja hérna á Starbucks og... Nei, þetta er bara vandarlegt, sko, en spurningin sko, þetta bara, þú veist, förum að fara að slúta þessu leik. En ertu með eitthvað nýtt twist í þessu núna? Já, I googled it. Já. Ég er búinn að vinna svolítið með Google. Já. Máttu sé þetta með nýtt twist. Já, hrósa og vera mysterious. Já, allt þetta. Já. En síðan fór ég að googla þess meira. Já. Veistu hvað konur elska? Veit það ekki? Bad boys. Já, ok. Og hvað viltu? Hringja í Starbucks og vera bad boys? A bad boy. Ok. Hvernig tala bad boy? Ég veit það. Nú er ég veit ekki hvernig að tækla það, sko. Einu sem ég veit að elska bad boys. Já. Það er fact. Okay. Og líka aggressífur menn á svona, þú veist, þú er hann að pikka upp gælu, bara aggressífur, ekki eitthvað svona, hvað séu þetta, ég bara, sess, þú veist, feiminn og allt. Það er alveg að fara millivegin. Já, aggressífur bara, aggressífur, mjög ákveðin aggressífur og vera bad boy. Ok, þannig að þetta er nýja taktikinn okkar núna. Taktikinn í dag er að vera aggressífur og að bad boy. Já, þú verður eiginlega að byrja þetta, ég kvíði niður. Já, hvað heldur ég sé eitthvað sérfræðingur þessu, I'm a lover, not a fighter, sko. Já, þú verður svolítið að vera a bad boy. Já, ég veit ekki alveg hvernig ég á að vera bad boy. Þú ert bara að glæpa maður, það er svo ert. Já, ég menna það labbaði bara á Starbucks, þú vinnur ekki. En ég er ekki að fara að labba inn á Starbucks. Þú vinnur ekki, þú ert ekki maður sem vinnur. Þetta verður eitthvað óþægilegt, sko. Ég get alveg lofað því. Það verður enn eitt kannarhóllum í þessum dagskáli. Það verður að fá stelpu þá. 17 South Paramus, Michelle speaking. Yeah, it was about time you picked up. How you doing? I'm sorry? Who's this? Michelle. Michelle. Thought it was you. How you been doing? Good, who is this? This is John. You and me, we're going out this weekend. That's what's happening. Are you up for it? Well, okay. Well, það er búið að skella á. Þetta svínvirkaði ill. Þetta er ekki hægt. Þetta er versta hugmynd sem að fyrir. You and me going out this weekend, that's what's happening. Já, þetta er versta hugmynd sem að fyrir. Það er ekkert hægt að gera þetta í gegnum síma. Ég er að segja þetta. You and me going out this weekend, that's what's happening. Já, Má ég nota línuna? Það er komið að þér. Ég ætla bara að heyra fyrst og hlærið það mér hvernig þú ætlar að fara á kostum sem einhver bad boy í þessum vitleysis leikina, maður. Og þú að kokki núna. Það er komið að þér. Það er lagt að við sá hvernig þú taklar það. You and me going out this weekend, that's what's happening. Fyrst að mitt var svona umhverlegt. Hvað átti ég að gera? Það er komið að þér, bad boy. Þetta var aðeins. Þú veit, ég ætla að hlæja. Ég er a bad boy. A bad boy. I'm bad. Æj. Hvað er svo bad boy nafn? Johnny. Trevor. Yes, Trevor. Johnny. Johnny boy. Hi, good morning. Thank you for calling Starbucks in Fort Lee. This is Cindy. How can I help you? Cynthia. Cynthia. I'm sorry? Is it Cynthia? This is Cindy. Yeah, Cindy. Yeah, it's Trevor. I'm sorry? It's Trevor. Remember me? I can't hear you that well. I'm sorry. Cindy. Yes. Yes, it's Trevor. I was in there yesterday. I parked my BMW outside. I had a tattoo. What's happening? What's happening, Cindy? Is there something I can help you with? I don't know. Yes. I'm just dealing with a customer right now. Can I just put you on hold for a sec? For a sec? Thank you. Okay, ég ætla að bíða hana. Sjóðum strax. Hún þorði ekki að skella á. Hún er hrædd við the bad boy. Þetta er ekkert skárað mitt. Það er ekki búið að skella mig af þá. Hvað var Cindy? Já, það er að afgreiða. Hvað var línaðan aftur? You and me are going out this week and that's what's happening. Það er næsta sé ég segi, sko. Hún heitir Cindy, ekki Cynthia. Sko, núna veit hann ég er bad boy. I parked my BMW outside, had a tattoo. Ég kom því að. Okay. Það sem skellt hann ekki á. Okay, I'm sorry. What can I help you with? Okay, Cindy, listen up. This is what's happening. Me and you gonna go out this weekend. That's what's happening, Cindy. No, it's not gonna happen. Who is this for real? You're playing a joke on me. No, it's Trevor. Remember, tall guy, dark hair, tattoo, Adidas jacket, and a BM fucking W, Cindy. Nope. I'm picking you up. That's what's happening. Nope. Yes, it is. Is there anything else I can help you with? Because I have to get back to work. No, thank you. All right. Thank you very much. Hvað harður maður? But no, thank you. Við þurfum að fara að korka hana dagskrálið. Það er alveg sama hvað að reynum. Þetta bad boy rugglit er eitt af allra versta. Þú gerir grín af mér, svo stálstu línunni minni.
Þetta skellulegt. Þú byrst afsökun á þessu. Við erum búin að reyna allt. Þetta svo dapurt, maður. Þetta bara búið. Fjalla til þess að kíkja hingað, virkilega flott og gaman að vera hérna. Þakka þeim kærlega fyrir að hafa okkur strákana hérna í leðrunni hjá sér. Virkilega kósi hérna hjá okkur. Mjög kósi, hvað allir verður næst? Það góð spurning. Það styttist í Ingo Veðurguð dagsins og ég get lofað eitthvað veislu það því að við tókum það upp í gær. Við hringjum alltaf í hann á föstudögum. En við ákvaðum að hringja hann í gær svo hann myndi ekki að tengja þetta við okkur og við fengum Loga Bergmann með okkur í lið sem að þóttist vera frá Doblan í spurningabombuna, ekki missa því, við förum í það hér eftir örskamastund. Sverrir Bergmann er líka á leiðinni með föstudagsslagi og hann ætlar að spila hérna fyrir, gangandi vegfarendur á eftir. Ég held að opna hérna klukkan 5. Getur þú nefnt mér einn Bergmann sem er allt niður úr sig? Nei, Bergmann-nafnið er að gera góða hluti. Eins og ángurís, Arnar Bergmann Gunnlaugsson. Já, Logi Bergmann. Logi Bergmann, Sverrir Bergmann. Ég þekki ekki einn Bergmann sem er buxurnar á hælunum. Nei, þekkir einhvern Blöndal með buxurnar á hælunum? Til margir Blöndal á landinu? Já, það eru 2 heilar ættir, sko. Ég reyndi að þekki enga Blöndal sem allt niður úr sig. Nei. En sko... Kannski ekki jafn ábyrgandi og Bergmann-nafni. Nei, ég menna, þú veist, en allir sem eru heita Bergmann, þeir eru successful. Já. Nefndum einn Bergmann sem er ekki með allt á hreinu. Já, sko, ef það er einhver Bergmann að núti sem er með allt niður í sig, og þá veit ég ekkert hver það er, því að ég náttúrulega verð bara var við þá sem eru successful, því að þá eru þeir in the limelight. Þetta er bara nú, ef einhver eru að fara eitthvað spann á næstunni, bara skýrðan, þú veist, bara eitthvað, Jón Bergmann, þá verður það successful. Þarftu ekki að vera í Bergmann-ættinni til að fá að henda í Bergmann-nafnið? Nei, þú getur alveg skýrt, krakka þig Bergmann, sko. Já, ok, Engir að segja neitt við því, sko. Vertu alveg hreinskilinn núna, byssa við hausina þér. Ha? Ef það væri byssa við hausina þér, já. Og konaðinn væri nýbúin að eiga, þú heldur á krakkanum núna og verður að skýra hann strax, hvað heitir hann? Arnold. Arnold? Hvað? Arnold, bara eins og Schwarzenegger. Það er íslenskt nafn. Er það? Já, klippari minn hétt Arnold, áður ég farið yfir í Robby Carter. Já, ok, Arnold. Já, ok, það er ekki Takk fyrir að grenju hlátur yfir því. Það eru bara hlusta núna að keira niður Laugaveginn og verður að keira á stöður núna bara. Já, mér finnst að þú ætlar að skýra barnið þetta Arnold, myndi þá heita Arnold Bergmann Egilson. Mjög líklega, ef ég vilja hafa hann successful. Arnold Egilson, sko, myndi líka alveg virka. Arnold Bergmann Egilson. Já. Wow. Ég ætla að ræða við Sverrir Bergmann hérna eftir, hann er rétt á að koma með föstudagsslagi. Hvort það sé í lagi hans vegna, þú farir að vinna með Bergmann-nafni í þinni ætt. Get ég bara hringt núna og panta mér bara Egil Bergmann? Nei, það held ég ekki. Ég bara veit það ekki. Þetta Jón Gunnar hétt Jón Gunnar og breytti nafni sínu Jón Gunnar. Af hverjum ég það geta Egil Bergmann? Af því að það er ættanafn held ég. Chubby Little Swestman var einmitt að labba hérna í skemmtigarðin. Chubby Little Swestman er mættur. Sérðu hvað gerist þegar Loverboy, Gameboy, mætir hérna í skemmtigarðin. Það trompast allt. Ég veit það. Það er bara 6 kvenmenn hlaupandi eftir honum. Slakið á, Stelpur. Slakið á. Hann er með nýjan hatt. Já, glænýjan hatt. Vá, þessi er flottur þessi. Þessi er ekkert smá flottur. Takk. Ætlaðu þú að syngja eitthvað fyrir okkur í dag, söngfugl? Já, ég ætla að taka eitt lag á eftir. Hvernig finnst þér það? Já, okkur líst mjög vel á það. Það er styttist í föstudagsslagið, við ætlum að fá hérna Lady Gaga núna og svo er það Ingo Veðurguð dagsins strax eftir Lady Gaga og ekki missa því því að það var veistla. Allavega hlóðu við mikið. Já, það er bara hann. Fáum Lady Gaga fyrst. Ykkur hér á föstudegi en til þess að vera alveg hreinskilinn þá er reyndar 50 dagur núna þó að þetta sé spilað á föstudegi. Hann situr hérna við hliðina á mér hann Egill, sætlitu. Og með okkur er Logi Bergmann eða Luigi Bergman eins og hann er oft kallaður. Luigi Bergman. Vertu velkominn Logi. Takk. Sætlitu. Það sem við ætlum að gera er að við ætlum að halda áfram að hrekkja Ingo Veðurguð og það er ástæðan fyrir að við erum allir hérna stattir inn í þessu litla stúdíói á 50 degi. Því ef við myndum taka þetta símtal á föstudegi, þá myndi Ingo Veðurguð sennilega fatta það. Ekki svara. Já, ekki svara og byrjar að hafa varan á og svona. Þannig að við þurfum núna að vera aðeins lúmskari og erum mættir hérna á 50 degi og það sem við ætlum að gera Logi er, þú hringir í hann og ert að dobla hann í spurningabombuna.
Og náttúrulega... Það ekki eins og þú þurfa að dobla menn í hana, sko? Nei, ég að segja, þú ert svona að bjóða honum fyrirgeðu. Og svo ferðu inn í þegar þú ert svona búinn að koma honum á það hann sé að koma í bombuna. Taktu þá hérna, já, þú tekur bara með góðaskapið og góða veðrið. Og byrja að vinna með veðrið. Og hann gæti... Segðu spurning hvernig það verðum helgin og eitthvað? Já, þú veist, við notum það svo oft, þá geta hann taktu, ef hann fattar þetta eins og þar, taktu, já, verður þetta ekki góður vetur? Það var í móðgæður en hann fattar þetta. Já, sko, ef hann fattar að þú setja hringja fyrir okkur, þá þarf þú að spila á hann þannig og verða bara pínu fúll að segja hvað voðalettu tæpur eitthvað, Auti og Egill, og þá lætur þú bara svo komur að fjöllum. Já. Þannig að þetta er bara þitt, þú ert bara að stríða honum með veðrið. Ok. Komum við síðan ekki inn félagarnir þetta búið? Já, við tekkum svo á honum hvort það verður ekki gott veður helgina. Ég er að vona bara svarið, ég hef ágjör á þetta, hann vinnur við að syngja og þá sofa menn á daginn, sko, það er hádegi núna. Já, það getur náttúrulega verið líka. Þá bara, að vaknar hann bara. Já, vekjum bara, það er mjög. Halló. Ingo. Já. Blessaður, Logi Bergmann hérna. Já, blessaður. Heyrðu, ég er hérna að reyna að bóka aðeins í bombuna eitthvað aðeins fram í tíman. Ok. Ég var að spája hvort þú var ekki til í að koma aftur. Jú, ég er alltaf til í það. Það gekk vel með Jóni, nema ég með, sko, með bræða núna næst, Jón og Freyrik. Ég var að spája hver væri svona, hérna, Óskar Makkar með þér, hver væri svona góður með þér heldur það? Já, mér er svo sem alveg sama, það er eitthvað skemmtilegur sem getur valið, sko. Einhver poppari kannski bara... Já, alveg eins, já, það er ekkert villist. Já, við erum sko reyndar búin að taka upp núna svolítið nokkra þætti, þannig að hérna, það væri bara, þú veist, ég veit ekki alveg hvenær þetta yrði, en ég menn er ekki fínt fyrir ykkur líka að vera, bara, þú veist, bara rétt upp á áramótum eitthvað sliðis, bara, þú veist, það er... Jú. Það er líka fínt að fá menn sem eru svona léttir bara, mæta bara með góða skapið og góða veðrið og svona, bara ekkert vesen á, sko. Hvað segir þú, góða skapið? Já, góða veðrið, það ekki? Já. Verður þetta ekki fínt vetur annars heldur þau, svona í veðrinu? Jú, hvað? Þetta er endar, ég er hérna brandara svona 4 sem viku, ég getna ekki sagt að ég sé eitthvað að missa mig hérna brandara, ég er að setja í sundlaugin í gær, sko, en þetta er svona frekar þreyttur brandara en alltaf, nei. En þú tekur þig ekki illa, það? Nei, ég tek ekkert illa, sko, nei, alls ekki, bara, þetta er vel þreyttur brandari bara, maður heyrir hann frekar oft. Já, ég veit það, en svo er líka það, góðir brandar eru góðir að vera endurteknir. Ég var að spila golf í gær, upp í Korpu, bara það var bara, þú veist, 8. hitti og logn, veistu nokkuð hvernig helgin verður? Já, ég meina, mér finnst það bara ekkert eitthvað brjálæðislega að fyndi það, sko. Hvað er þetta? Því fokkin þroskaði þetta, Jesús minn maður. Því stakkarsar maður. Hvað, eru þið mætt? En alvörinni, sko. Þetta eru pappakassar, það er alveg rétt. Þú tekur með góða skapið og góð. Þetta er ekki hægt. Þetta er ekki hægt. Nei, ég meina, þetta er ekki eins og fyndið, sko. Það er ekki að læga þessu. Fékkst þetta í sund í gær? Já, ég fekk þetta í sund í gær. Fengti mér í pottinn og var eitthvað annað eldri sem spurði, hakkaði fyrir þetta veður? Það var gott, sko. Jæja, við ætlum bara svona að tjekka á þér, Ingo. Já, þið eru flótið. Er ekki góður? Jó. Ekki oft sem ég heyrði þér á 50 degi? Nei, það er rétt maður, þetta er alveg glænýtt. Þetta er meiri kveikir. Ég vil þeirra finna. Það er rosa finn. En svona fyrir hlustendur svona í lokinu, veit ég að það eru margir að fara að gera eitthvað um helgina. Verður þetta gott? Það þarf að gefa okkur gott yfir? Ég er bara með magakrampa í alveg síðan ég sundi í gær, bara svona heldur áfram. Jæja, við veitum ekki að tröfla þig meira, þú ert að kokka eitthvað gott við án okkur. Það er leitt þér. Ok. Það er heila sem var svo fallegt þetta. Hann tengdi ekki við okkur. Nei, það var bara skamma loga fyrir branda. Það er svona að taka þessu vel, ég var að segja það. Já, ég finn náttúrulega Ingo að rindvislega drengur. Hvað er búin að ringja oft í hann? Við erum búin að ringja hann á 4 sinni eða 5 sinni. Þetta er okkar 5. skiptið sem við ringjum með sama grínið. Já, en við hefum aldrei ringt í hann á 5. degi, sko. Það sem er mér svo fallega, ég heyrði það, hann var nývaknaður. Hann var ekkert að tengja þetta við 2 harða. Við ringjum alltaf í hann í beinni, sko, á föstudögum. Þess vegna held ég að ná honum þarna. En ég þarf að fá Ingo í bombuna, hann var mjög skemmtilegur, kom með Jóni Jónsson, þeir voru mjög skemmtilegir. Já, svo tekur hann góða veðrið með sér. Taktu brandarinn á hann einmitt í þættunum, það verður mjög ánægð með það. Þetta var Ingo við ykkur dagsins.
Laugarásbíó kynnir í fyrsta sinn á Íslandi. Bíósýningar í 4K. 4 sinnum skýrari mynd. Laugarásbíó, ávallt í farabróti. Endurgreiðsluleikur Orkunnar er aftur komin í gang. Þú veist hvernig þetta er. Þú gætir unnir endurgreidda áfyllingu og 100.000 króna innegnakort í lok mánaðar. Megi Orkulukkan leika við þig. Orka. Geðveikin á Wilsons Pizza. Stór pizza með 2 álagjum á aðeins 1000 kall. Wilsons Pizza, sími 581 1515. Víking jólabjórinn kemur í dag. Fylgstu með á jólabjór.is. Gerðu það gott með október tilboðunum í 10.11. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Halloween party á English Pub í Reykjavík á laugardaginn. 2 fyrir 1 koktelum milli 21 og 23. Vegleg verðlaun fyrir besta búninginn. Láttu sjá þig í Halloween stuði. English Pub, Reykjavík. FM 95 Blö á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðijúb. Trompaði daginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hér í beinni útsendingu frá skemmtigarðunum í Smáralind. Hér er mikil stemming og mikil stuð. Við þökkum Ingo Veðuguð að sjálfsögðu kærlega fyrir sitt-ins innleggi þessum þætti. Já, hann er yndislegur. Hann vildi nú, á hverju getur hann ekki bara svara okkur hvort það verður gott veður eða ekki? Þetta fer eitthvað í hann. Þetta er eitthvað feimnismál hjá honum. En já, það er að fara að detta núna inn. Föstudagslægið, hann er mættur hérna með nýja hatti sinn Sverrir Bergmann. Vertu velkominn. Velkominn, Video Game Boy. Og það lítur að það er gaman fyrir Video Game Boy að vera í skemmtigarðunum þar sem eru million video games. Hvernig líður þér? Já, þú lítur að vera bara eins og heima þegar núna. Já, ég meina, þetta er bara eins og mitt annað heimili. Það er bara þannig. Eru þið búin að prófa 70 eða? Ég fór með 70 á hann, það var magnificent. Ég verða við ekki, ég held nefnilega sko að 70 væri bara fyrir krakka og svona, en mér fannst þetta viðbjóðslega gaman. Já, þegar maður er að fara fram að einhverjum sillum og svona, fæ gustin í hárið. Þegar fólk sem veit ekki hvað þetta er, þá situr þú bara í stól, þú ert með byssu og sætir hreyfist og ef út í lest og hún dettur, þá líður þess að þetta. Ég fekk í magan og allt. Já, þetta var virkilega skemmtilegt. Þannig að þetta er aðeinslegt. Þetta svona myndið þú óska, getur ég að hafa bara stofuna þennan svona Sverrir, eins og skemmtigarðurinn er. Ég veit líka bara eins og þú lítur að fíla í tællurinn, það er alls konar boltaleiki sem ættir að vinna í svona körfubolti. Þú beint í körfuboltakassan og vildi ekki færi neitt hana, það er hvað á hann. Tók Egil og pakka hana saman. Þetta er stuð, ég viðurkenna. Mér finnst gaman að leika mér, er eitthvað að því eða? Nei, það er bara ekkert að því. Nei, no. Ekki fara í bullandi vörð, Sverrir. Nei, ég bara, já. Hvað segirðu, hvernig ertu í lífinu, hvernig líður sálinn núna, Tartmouth? Mér líður bara mjög vel. Nei, ekki, hvernig ganga ástamálinn? Bara mjög vel. Það geti ekki gengið betur hundi. Ó, glæsilegt, gaman að heyra. En eru þið ekki bara góðir eða? Já, alltaf feskir strákarnir. Við höfum bara gott annan. Já. Það er ég. Hef Egil. En hvað er föstudagslægið í dag? Herðu, það er óskalag sem er búið að biðja mig margóftum. Ok. Og heitir Give Me One Reason. Er það hérna, give me one reason to stay here? Er það? Ok. Hárrétt. Give me one reason, ok. Já. Ég ætla að reyna aðeins að svona sála það í gang. En nú var ég að biðja Dream On með Aerosmith og svo kom reynda geggju hugmynd. Þú veist hvað ætti að vera föstudagslægi næst? Hvað? Diamond með Ríhönnu. Erðu? Ok, við skulum bara það verður næsta föstudagslag. Ok. Það er bara svo leiðis. Og svo þar næst er það á hvað? Dream On með... Já, svo Dream On, svo má Egil velja eitt. Það er rosalega lag. Nei, svo má Egil ekki velja eitt. Ég hlýti bara að velja lag aftur. Hvað ætlar að velja næst? Það er allir að tala þú tókst Puzelli. Reyndar. Pappið er mjög sáttu við það. Já, ég meina, það er allir að tala það. Þannig að ég gerði þig greiða, Tartmouth. Er pappið henn stoltur að þessu? Já, mjög. Gott. Hérna, þú ert að fara að spila hérna eftir eða ekki fyrir gangandi gesti hér í skemmtigarðunum? Ég og Halldór verðum hérna bara frá 6 og langt gengið 9 sko. Ef fólk langar að fá sér einn öllara og hlusta á Chubby og Loverboy, komið í skemmtigarðin og hlustið á Loverboy og leggja ykkur í tækjunum. Er þetta ekki líka bara alltaf sama veistlan þegar þú ert að spila? Er þetta ekki árita tútur og allir ferskir? Það er ekki þessum fylgir þessum tónlistarbransa? Sama hverjir, það er bara þannig, jú. Hvernig var það hjá ykkur í Mercedes Club? Voru þið ekki alltaf árita á líkama á hana? Já, það var ástæður fyrir hættusörugli. Það er bara þannig. En hörðu, hérna komið ykkur bara fyrir. Það er komið að föstudagslæginu og þetta er óskalag og ég segi bara take it away. Take it away, Sverrir.
I turn right back around. Yeah, give me one ring to stay here, and then I'll turn right back around. Because I don't want to leave you lonely, but you gotta make me change my mind. Baby, I got your number, and I know that you got mine. But you know that I called you. You know I called you many times. Because I don't want to leave you lonely, but you better make me change my mind. I don't want no one to squeeze me, say my take away my life. No, I don't want no one to squeeze me, need my take away my life. Þetta í beinútsendingu hér í skemmtigarðinum í Smáralind og já, þakkaði fyrir þessa ljúfu tóna, Chubby. Mín ánægð. Takk, Chubby. Já, ekki bara með skegg og flottan hatt, heldur rödd to match. Rándýrt. Þakkaði fyrir það. En við vorum að ræða hérna áðan við Egill. Já. Nú ert að fara að spila hérna á eftir fyrir, já, bara fólk sem að koma í skemmtigarðinn. Gest og gangandi. Já, af hverju ertu ekki með plötuna en árita með silfupenni eins og Big Herb? Herbert Guðmundsson, hann kann þetta. Já, hann má eiga það. Akkur er ekki með plötuna á borðinu núna? Það er mjög einföld ástæði fyrir því. Hún er bara ekki komin til landsins. Nú, er hún ekki enn komin? Nei, það er útgáfu dagur næsta 5. dag. Þakkaði fyrir að leiða mér að koma því að. Já, ok. Allt niður þessu. Falli lauf. En ætlarðu þegar hún kemur út, ætlarðu að fara svona í hús og selja? Já, það er aldrei að vita hvað maður gerir, sko. Ég menna, Big Herb alveg með það á hreinu. Herru, ég veit hvað ég gerum. Í næsta þætti, á föstudaginn kemur, þá látum við Sverrir Bergmann, sendum hann bara með svona í eyranu að selja diskinn sinni í heimahúsum. Hversu vont er það fyrir fólk að neita að kaupa diskinn þegar söngvarinn sjálfur er að reyna að selja þar? Spurðu, ég og Halldór kannski myndi að labba með gítarinn og taka með eitt lag en selja. Það er mjög erfitt að neita bara, veist, look him in the eye og say no. Ef að Herb Machine mætti banka hann og segja, blessaði mest til að kaupa diskinn, bara, já. Já, ég myndi alltaf, sko, Herbert Guðmundsson getur selt Eskimo og klaka, það er bara þannig. Hann getur selt hvað sem. Frábær sölumæður. Já, eitt svo allra besta á Íslandi. Ef hann væri ekki tónlistarmaður, þá væri hann sölumæður. 100%. Hann var líka með ísbúðu sinni tíma, stikkfrí, sem var frábær. Besti ísbúð sem ég farið í. Já, ógeðslega góður ístar, sko. Topp ís þar á ferð og já, við hvetjum alla til þess að tjekka á Svessanum hérna á eftir. Kíkja hérna í skemmtigarðinn. Ég var að lesa, strákar, eitthvað sem að fínt að hafa Sverrir hérna til að ræða með okkur. Já. Samkvæmt nýjustu könnun, að þá vilja konur í dag meina kallmenni ef rótni fullorðnir 28 ára gamlir. Ok. Það er nýja talan. Fyrir 15 árum síðan áttu karlmenn að vera orðnir fullorðnir 23 ára. Þannig að það er svona núna 15 árum búið að gefa okkur aumingjónum 5 ár. Þetta var þægilegt. Já, eftir 15 árum búið að millifæra svo tölum í 35, 36. Já, svona ef að heldur sem horfir, ef að vera að horfa á svona ræfli eins og mig og þig. Já, ekki það er ekki svo. Þú sitt búin að punga út einhverju börnarsörur. Lappaði bara inn í fjölskyldu. Hvað er það að vera fullorðin eignast barn? Já, það fylgir því ekki svolítið ábyrgð og svona. Já, það gerir það. Ég menn ekkert, það er ekkert allir sem vilja eignast börn. Nei, ég veit það. Það er bara sem ég vilja það ekki. Hey, don't shoot the messenger. Ég er bara að segja hvað þetta er. Ég er bara að segja það. Matthew McConaughey, svo miklu höfðingi, eignaði sitt fyrsta barn 38 ára. Já, en hann var líka... Þetta gagnrýna hann. Já, ok, er það ekki svona hlutaði að svona verða fullorðinn? Ég hugsa að ég myndi loksins þroskast aðeins ef ég myndi eignast a tiny little Audda. Já, maður fullorðnast fljótt sko þegar börn kom í spil. Tiny little Audda. Já, væri ekki til í að sjá einn lítinn Audda hlaupandi þessum. Akkur er Sverrir að tala við okkur svo að vita eitthvað um krakkan og geta einhvern krakkan? Já, hann er með 2 börn núna, ekki? Ég er að sjá 2 börn, hvað? Já. Eru þau erfið, Sverrir? Hæ? Eru þau erfið? Það getur tekið á en það getur líka verið mjög gaf. Segja þið stundum að grjóthalda kjafta. Þegiðu, Tardmouth. Þegiðu, Tardmouth, ég veit út kallar það. En ég held reyndar ef ég ætti krakka, ef ég ætti lítinn strák, þá væri hann hérna hlaupandi að eyðileggja allt sko, þannig ég ætla að fínt að ég klári mitt. Hann verður the devil. Já, það var eitthvað líku þér. Hann verður ekki the devil, ekki vera að ræða hérna mig og... Tilvonandi eiginkonaðina sem er vonandi að hlusta. Vonandi, en... Hættu þessu. Já, ég er hættur þessu. Já, en eru þið sammála þessu, strákar? Það var það sem ég ætlaði að spyrja ykkur.
kallmenn núna, þegar þú heyrir að einhver er orðinn 28 ára, finnst þér þá hann sé orðinn fullorðinn. Hvenær fannst þið orðnir fullorðinn? Ég reyndar, þú getur ekki svarað þessu en Sverrir, hvenær varst þú fullorðinn? Ég veit ekki, mér valla finnst ég orðinn fullorðinn ennþá sko. Þannig mér finnst það líka að Tannar mætti vera bara 30 plus sko. Akkur það spurja Video Game Boy, hann leikir World of Warcraft þetta sólarhringin, ekki drepa. Nei, hann er búinn að dumpa his account. Nýbúinn að dumpa World of Warcraft, vá, frábært, congratulations, Þakkaði fyrir. Og getur ekkert verið með fjölskyldu og verið sko álfurinn í einhverjum ímyndunarheimi líka sko. Og það fá okkur annan en okkur þrjá aumingjana og ætlar að tala þetta. Já, það er til menn sem að... Býtum með þetta spjall. Já, við skulum býða með þetta spjall og fá frekar bara hérna næsta lag sem er einmitt föstudagslagi næstu viku. Þetta er uppáhaldslagið mitt á stöðinni í dag. Þetta er Rihanna með Diamonds og svo ætlum við að fara hérna eins yfir Tattoo og jafnvel ef að hringi Nonna Tattoo. Það væri veistla. Já, fáum hérna Rihannu fyrst. Heldur Bombay flöskuborða á skemmtistanum Esju, gjafabréf frá Vera Móta eða Jack & Jones á samt gjafabréfi í Laugarspa og út að borða á Laugarkaffi. Fylgstu með hjá Yngva Eystins á FM 957 á laugadöfum í vetur og heppnin geti verið með þér. FM 957, alltaf í gjafastuði. Víking jólabjórinn er komin á prikið, glömbar og gaukinn. Egils gullkynnir. Halloween trilling helgina á English Pub í Hafnarfirði. Föstudagskvöld, Ingo Veðugvöð. Laugardagskvöld, Júlla Disco. English Pub, Hafnarfirði. Laugarásbíó kynnir í fyrsta sinn á Íslandi. Bíósýningar í 4K. 4 sinnum skýrari mynd. Laugarásbíó, ávallt í farabróti. Viltu hollan mat með innan við 450 hitaeiningum, lítilli fitu og innan við 2 grama salti? Betra lífréttirnir frá 1944 fást í næstu verslun. Veldu betra líf með góðum mat. Á hverjum degi í þessum mánuði fær einhver viðskiptavinur Orkunar áfyllinguna sína endurgreidda og 3 vinna svo 100.000 króna inneignarkort í lok mánaðar. Eitthvað segir mér að röðin sé komin að þér að vinna. Orkan. Lottobáturinn stefnir í 30 milljónir. Lifðu þér smá lottó. FM 95 blöð á FM 957. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðijúk. Trompaði daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágjaða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. FM 957 á FM 95 blöð og hér sitja með ykkur Egill Einarsson og Auðun Blöndal. Hvernig ertu? Herðu, ég er léttur, ljúfur og kátur en sjálfur, er þetta ekki góður? Jó, ertu svo Valdi Björn? Já, ég er eins og Valdi núna. Ég er medium rare, mjög góður. Léttur, ljúfur og kátur, hann á það. Já, hann, sko Valdi Björn á bæði léttur, ljúfur og kátur og medium rare. Já, og líka góður? Góður, já, hann byrjaði með það líka. Valdi er á helling á góðum. Hann er frasakóngur. Svona, ja, hann og Nonni Tattoo eða það samilegt, Nonni Blögg. Já, Jón Gunnar. Já, þeir eru... Svona frasakóngarnir. Já. Valtarinn og hann. Þetta eru svona, þeir eru mjög auðvelt með að koma skemmtilegum orðum að. Það er bara það sem þeir gera. En talandi Nonna Tattoo, og þá er ég með hérna, ég var að skoða lista hérna, ég var að fá þetta á FM-preppinu og það er verið að ræða hér tattoo. Og hérna eru bara alla staðreyndir milli heimins og jarðar. Til dæmis kom mér hérna svolítið óvart að 57% þeirra sem fá sér tattoo sjá eftir. Wow. Þú ert ekki með neitt blekaður eða? Nei, ég er ekki byrjað að skreita með þá. Nei, og ætlar í það eða? Sko, ég ætlaði, mögulega, ég var íhuga að skreita mig, en nú voru allir skreitir. Já. Einu sem voru bara grjótari menn sem voru með tattoo. Einu sem voru bara sjóarar með tattoo. Já, nú voru allir með tattoo, þannig að nú er eiginlega bara svolítið töff að vera ekki með tattoo. Ok, þannig að þú ert að spæja að þú vilt vera töff. Mér langar það. Já. Það er draumur. Finnst þér þú ekki töff? Nei, ég veist, akkurat núna. Já. Jú, smá. Já, en sko, svo er hérna, í dag eru hérna 23% kvenna með tattoo, en aðeins 19% kallmanna, þannig að það eru fleiri konur með tattoo í dag heldur en kallmenn. Það eru duglega að skreita sig. Já, þetta er alveg mjög algengt. Og hvað er Nonni Tattoo áttu gamall? Er hann ekki 38-9 ára eða eitthvað? Jú, er hann ekki, það ekki? Já, 75 ára eða eitthvað? Já, 38% þeirra á aldurinn 30-39 ára er með tattoo. Og það sem kom mér hérna skemmtilega óvart, 50% af fólki sem er með tattoo think that tattoo is rebellious. Já, það er svolítið. Finnst þeim vera svona rebel? Já, þeir finnst að vera harðið með þetta. Heldur að... Sýn þetta svona að jamminu og svona, tattoo! Heldur að Jón Gunnar, heldur að finnst honum hann að rebel? Mikið verður það. Málega að við erum að gefa tattoo það, Nonna, því að þú veist, hann fór ekkert bara í hérna
trampstampi, skilur, hann fór ekkert í tribal tattoo eða mjóbaki. Nei, hann fekk sér ekkert einhverja litla önd hérna á handlegginn, Nei, sko. hann fekk sér ekki eitthvað pínu litið á öklan eða eitthvað, hann fór í ermi. Já, sleeve. Hann ermaði sig, þó bara upp handleggurinn á honum. Þetta er framhandleggur líka, það ekki? Já, þetta er bara... Þetta er bara frá öxl og niður. Já. Já, þannig að hann tók þetta svolítið all in. Já, hann fekk sér ekkert eitthvað bara eitt lítið, hann tók bara allan handlegg, eigum ekki bara að hringja, hann reyndar nennir aldrei að ræða tattooin sín. Nei, hann er eitthvað rosa lítið í sig með tattoo. Eigum ekki bara, nei, hann er ekkert lítið í sig með hann. Ég veit aldrei ræða allavega. Ég var að prófa að hringi hann. Hringi í nonna tattoo hérna. Allar kalla hann tattoo eða plugg Ísland. Já, Jón Gunnar. Er það nonni tattoo? Ég er á fundi, sko. Sælvinur. Sælvinur? Það eru tveir harðir hérna. Já, ég heyri það. Er það mikilvæg fundið það? Allir fundið sem að Jón Gunnar Geirdal tekur eru mikilvæg. Það er þetta hárrétt. Það er þetta mjög góða punktur, ég viðurkenna það. En við ætlum ekkert að trufla það lengi, tattoo. Við vorum bara hérna að lesa fullt af staðröndum tattoo. Og nú ert þú með tattoo yfir allan handlegginn. Er það hringtími út af fundið til að ræða flúr? Ertu 57% þeirra sem að fengið sér tattoo sjá eftir? Sér þú eftir að fengið tattoo, John Gunnar? Auðun Blöndal og ég er eins og nei. Ég satt ekki 50 klukkutími í flúrstól til að sjá eftir. Ég er ekki 15 ára með træbal, sko. Ok, en svo er annað hérna sem við sáum. 50% þeirra sem eru með tattoo, they think it's rebellious. Finnst þú rebel? Ég er svo góður. Jú, ég er 38 ára og 2 barna fæði sem er með tattoo til þess að vera með uppreist. Ég endur tekki, ég er ekki 15 ára með træbal tattoo á mjóbækinu. að fá með tramp stamp og reyna að tróða með fremstíkar og röð, sko. Ég er ekki því, sko. Er þið alveg vængið minna? En finnst þér þú rebel, Jónsi? Ég, akkur ringja ég sko í mig út af einhver öðru, daginn hvað var það? Jean-Claude Condom að það drasli ykkar, sko. Og fucking flúr núna, það er ekki hankið. En þið finnst pínu rebel í þessu? Nei, mér finnst ekki rebel í þessu. Jú, ég byrja að fá með flúrhörðið, af því hvað, ég var að rífast í fólkræðina. Það er ekki hankið. En svo er líka hérna 15% þeirra sem hafa fengið sér húðflúr taka það af, heldur þú eftir að taka þetta af einn daginn? Jú, af því að það er vist 50 svona verður en að setja það á, jú, ég ætla að fara strax í það að taka þetta af öllum handleginum á mér. Þá frekar að ég höggva hann af, sko. Ég heyri að þú drossalega spenntur að tala tattooið. Já, ég var mjög spenntur að ríða út á fundi til að læra flúrvíkara, því þið voru nú flúr.is og hvað, 100% það? En vissir það, í dag eru fleiri konur en kallar með tattoo, það kemur með pínu hóvart. Já, bara frábært, ég svafi ekki út af þessi nótt, en ekki senda þeim bara e-mail næst og hætta hringið mér. Það er í gangi. Ekki vera svona jumpy, það er förstu dagum maður. Já. Þið er alveg, var þetta þetta ástæðan þeir ringdi mér? Já, bara þú ert ár man in the tattoo business, maður, hvað slagur það? Jú, ég er maðurinn í tattoo-bransanum, takk, nonni plug, bara alveg í því. Þegar ég hugsa tattoo, þá hugsaði John Gunnar. Já. John Gunnar. Ég er alveg veikir, en alltaf gaman að heyra ykkur samt. Já, þannig að þessi könnun, hún stendst, þetta eru rebels og stelpur sem fá sér tat. Ég sé eftir tattooinu og ég var að gera þetta í algjöru uppreist. En segðu mér eitt. Þú veist aldrei bara hlóð í það. Á fundinu sem ert núna, sést í tattooið þitt eða ert í skyrtu? Það sést aðeins í flúri, sko. Ok, bretta hans upp á þetta, maður. Sexy, sínd þetta drafl. Ég ríf mig úr og ofan, þeir harðir hérna, sögum mér að gera það. Það er alltaf gott út á fundi að sína á sérta rebel. Já, ég er akkurat í því. Ég ætla að bretta upp ermarnar til að sína þegar ég stendi í uppreist og þegar með tattoo og gammalsaldri. Við viljum ekki truflaði þig. Gaman að heyri þig. Við viljum ekki truflaði mér það. Já, alltaf gaman, takk. Later, bye. Sko, hann vildi ekkert mikið ræða þetta. Eitthvað jumpy með þetta. Já, hann var eitthvað, voðalega menn uppstekir á föstundi. Ég meina, getur hann ekki bara nefn með tattoo? Af hverju sá hann ekki have a smoke and a pancake? Það var það sem hann þarf að gera núna. Æ, gaman að heyra alltaf John Gunnar. Þetta var tattoo-hóðnu okkar hérna. 5-7 með ykkur í dag, Egil Einarsson og Auðun Blöndal. Hvernig hafið það, kæru hlustendur? Við erum góðir. Hvað, heldur þú getur svarað þér? Ég sitt bara hérna. Bara að spyrja fólk, það er að hlusta okkur félagana. Já. Við erum inn í skemmtigarðunum, það er alltaf fyllast hérna. Já, það er alltaf fyllast. Sjöfli og Loverboy er að byrja að stilla mikrofónin eitthvað og Halldór mættu með honum hana, þetta er ykkur að veistlu. Það er með hattinn sinn og skeggið. Fólk er byrjað að hella í sig og eitthvað. Flöskudagur. Það er flöskudagur. Það er bara þannig. Þeir sem eru í því, bara, góða skemmtur í gott. Og við erum að fara að gefa flösku á Austur á flöskudegi. Það er bara þannig. Já, það er komið að því að gefa Tangerei flösku og, Tangerei gin. Nennur að bera þetta rétt fram.
Hvort á ég að segja Tangerey eða Tangerey? Tangerey. Tangerey. Og við ætlum að gefa Tangerey flösku á austur og við ætlum að halda áfram með leikinn sem við höfum verið með. Já, það verður koncept hjá okkur næstunni. Já, Stunadagsins. Stunadagsins. Við vitum að það er alveg nett hjólhýsi í þessu, en það er alltaf að vera með eitt svoleiðis dagskrárlið. Eru við ekki með 2 hjólhýsa dagskrárliði? Hver er hinn? Já, við erum bara með. Já, við erum bara með. Stunadagsins er eina svona hvít hiskis. Já, við meðum alveg vera með eins og auka það. Já, finnst þið það? Nei, finnst það. Já. En allavega, þetta er veistla. Fólk giskar á stunduna, vinnur Tangerey flöskuna og Kolbari sagði með það. Já. Hann sagði mér að búið með 2. Hann ætlar að afgreiða þennan meistara sem vinnur flöskuna. Hann ætlar að bera ofan með svona svarta slaufu og bera hana persónulega fram. Vá. Það ætlar Ásgeir Kolbeinsson að gera fyrir að meistara sem vinnur þessa. Sko, þá er þetta ekki lengur 40 skona vinningur, þetta er orðið 140 skona vinningur. Já. Ásgeir Kolbeins ber ofan, fólk myndur nú borga fyrir það. Flaskabland og Kolbeinsson ber ofan með svarta slaufu. Með svarta slaufu, þannig að nú erum að gera hringja 511-0957 og hann ætlar að hjálpa okkur hér að tengja þetta í gegn. Við erum náttúrulega ekki með símakerfi hérna með okkur. Nei. Það er í stúdíónu. Ok, en við þurfum að byrja á því að byrja skellt aðeins á. Við þurfum að byrja að spila stununa. Kannski byrja út með allt niður því þannig á tækniborðið. Yngvi, þannig að fáum núna stunu dagsins. Já, þetta er stunadagsins. Ég held ég aldrei orðið minna horni í einni stunu. Nei, þú átt líka ekkert að verða horni við þetta er bara stuna. Og nú erum að gera hringja 511-0957 og við erum einhvern veginn á línunni. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvaða celeb heldur þú að eigi stunudagsins? Það er Egill Einarsson sjálfur. Egill Einarsson sjálfur? Takk kærlega fyrir þetta rós. Þetta er ekkert lélasta stuna sem ég heilt. Þetta er ekkert rosalega ólíkt Agli, ég skal gefa þér það. En þetta var ekki hann að þessu sinni. Já, ok. Takk fyrir að ringja. Já, þessi giska á Egil og ég er ekki hissa. Þetta var nettur Egil í þessu. Ég var nýbúinn að segja að ekki gett mig að minna horni á æfinu. En fá næsta hlustanda. Veist þú hver á stunu dagsins? Halló? Meistari? Halló, veist þú hver á stunu dagsins? Já, ég veit hver á stunu dagsins. Hver á hana? Þetta er Hjöppi K. Mjög góð ágiskundar. Þetta er mjög líkt honum samt. Já, ég verð að viðurkenna það. Það er alveg hárrétt. Þetta er ekki ólíkt honum, en að þessu sinni er það ekki Hjöppi. Ég skal gefa vísbendingu, þetta er enginn í þættunum. Út af því að... Nei, þannig að við skulum fá næsta hlustanda. Svo ekki giska á þig? Svo ekki giska á þig, Öðun? Nei, bara gefa smá vísbendingu. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan dag. Góðan dag. Hver heldur þú eigi stunu dagsins? Mamma Sveita. Herðu, skell á hennan punkt. Nei, þetta er ekki múta. Vá, þetta var K.O. K.O.? Já, smá. Herðu, en við skulum fá stununa þess aftur. Þetta er svona þetta stynja þetta. Þetta er ekki ég. Ok, þetta er að Hot Celebrity á Íslandi, hann er ekki gamall. Gefum þá vísbendingu. Þetta er að Hot Celebrity. Ungt Hot Celebrity. Hver heldur þú eigi stunu dagsins? Halló? Þú miklu meistari sem ert á línunni, ertu þarna? Já, góðan daginn. Já, góðan dag. Hver heldur þú eigi stununa? Er það ekki að Nilli bara? Það er hárrétt, vel gert. Það var næsti bær við Egil, það er Nilli. Takk kærlega fyrir það. Og hvað heitir þú, höfðingi? Ég heiti Hörður Kárasson. Hörður Kárasson? Þú ert að fara að flaskað upp á austur með Ásgeiri Kolbeins. Já. Það er ekkert annað. Það er ekkert leiðilegt fyrir að vera með Tangerey flösku þarna og Ásgeir Kolbeins ber hann ofan með svarta slaufu. Nei, það er einhver sem myndi öfundu með því. Já, ég get lofaði því. Það hefði verið skemmtilega fyrir stelpa að vinna þetta, en þú skemmtiði bara. Herðu, hann Yngvi Eysteins vinnur okkar tekur niður nafnið þitt, Hörður, og við þökkum bara kærlega fyrir að taka þátt í þessu leik. Til hamingju. Og til hamingju. Jú, takk. Takk fyrir, þetta var svona hjólhýsa dagskrárliður dagsins, stuna dagsins, og það var Nilli sem er einmitt í Tindu kynslóðinni í kvöld og frábært þáttur þar á ferð, tjekkið einmitt á því. Ég held að hann hafi verið að aflita sig og þið séu afraksturinn í þættunum. Nail Machine. En já, við skulum bara hjóla hérna í... Lagað eitthvað shit. Já, lagað að auglýsingar og komum svo hér strax aftur. Tveir harðir í FM 95 Blöð ætla að vera í beinni útsetningu frá skemmtigarðinum Smáralind í dag. Í tilefni þess að nú er búið að kaupa ný tæki og breyta efri hæðinni í skemmtigarðinum í Smáralind fyrir fullorðna ætla Auðun Blöndal og Gils að bregða út af vananum og senda FM 95 Blöð í beinni í boði Pepsi.
Fylgist með á FM 957 og vinahópurinn þinn gæti fengið boð í partí frá klukkan 5 til 8 í dag. Fastar og fljótandi veigar í boði, frítt í öll tæki og Sverrir Bergmann spila fyrir gesti. Á sama tíma skemmtigarðurinn að kynna nýtt tilboð. Partítilboð Pepsi. Komdu, fáðu skorkort og kepptu við vinið þína í glænýjum og geggjuðum leikjum fyrir fullorðna. Þú borgar 1990 kall eftir klukkan 7 allar helgar og spilar í öllum tækjunum eins oft og vilt í 60 mínútur. FM 957 og skemmtigarðurinn Smáralind Efrihæð. Nú fyrir fullorðna líka. Víking jólabjórinn komin á íslenska barinn, Boston, Resso og Kex. Þú fjárfestir framtíðarinnar? Taktu þátt í ávöxtunarleik Keldunar á Vísi og farðu í ferðalag fjármálaheiminn. Hver keppandi fær 10 milljónir keldukróna til að fjárfesta. Glæsilegir vinningar í boði. Flug með Icelandair til New York og inneignir í sjóðum VIB fyrir alltaf 200.000 krónur. Skráðu þig til leiks inn á vísir.is. Byrjaðu í CrossFit. Aðeins 7.990 krónur á mánuði og engin binding. CrossFit Kraftur, Suðurlandsbraut 6B. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Takeaway tilboð Castello. Stór pizza með 2 áleikjum á 1890 kall. Castello.is. Víking jólabjórinn kemur í dag. Þetta lag sem ég fæ ekki leið á, Resistance með Muse, geggjalag þarna á ferð. Og já, við erum hér í miklu stuði við strákarnir. Við erum búin að vera hérna síðan 4 í dag og það mikið húluma hér í gangi. Hérna fólk að hendi sér snittum og já, fá sér bjór og Pepsi og... Video Game Boy að fara að spila. Já, Svessi Bergmann að fara að stíga á svið og syngja og það bara allt að gerast. Hörðu, hérna, ég ætla að fá dagskráliðið minn í gegn right now. Ætlar í þetta, í alveg? Yes, það bara hannig. Stuðlag Egils. Ok, Egill Einarsson byrjaði með dagskráliðið síðustu viku sem að ég var ekki huge fan of og það Stuðlag Egils á föstudögum. Já, þetta fólk í feeling. Hvað hétt áttu hljómsveitin síðast? Coverage Groove? Nei, hvað heitir það? Coverage Groove, þú ert með allt niður þig. Groove Coverage. Ok, án gríns, þetta flókið það? Segðu mig þá eitt núna, þetta afturlag með Groove Coverage? Nei. Ok, strax von. Þetta lag sem ég þekki? Þetta lag í spilun og FM? Þú kannski heyrt þetta einhvern tíma á okkur diskoteki? Einhver heilbrið manneskja sem með tónlistarsmekk á við, já, bara einhver sem með greindaðarstölu? Af hverju drullið við lagið sem þú veit ekki sem hvað lag þetta er? Ég ekki drullið við lagið, það drullið við þinn tónlistarsmekk. Þetta mjög virtan DJ. Æ, þetta eitthvað svona DJ-rugl, eitthvað DJ Bobo eða eitthvað svona kjaftaði? Nei, DJ Alligator. Nei, nú ert það fíblast. Nei. Ha? Þú ert að grínast. Nei, DJ Alligator. Er stuðlagið þitt í dag með DJ Alligator? Já. Svona í alvörunni eða? Í alvörunni, sko, ég er ekki hérna. DJ Alligator. Akkur, sko, nú er ég 32 ára og finnst vel með tónlist. Já. Ég hef aldrei heyrt ljótara nafn á DJ. En DJ Alligator? Já, ok, og hvað heitir lagið með? Ertu ekki en Animal Lover? Jú, en þetta er DJ, sko. Það heitir Blow My Whistle. Blow My Whistle? Já. Er þetta hérna, Blow My Whistle, baby? Er þetta það, eða? Já, ég er ekki alveg viss að heyrt það. En málið er að gera mig að greiða. Ekki byrja strax að tala og leiðu að rúlla aðeins. Ekki dæma á fyrstu sekúndunum. Sko, ef að lagið horfbjóður, þá getið ekki annað. Nei, gefðu þetta halva mínútu. Please. Ok, og hvað, varstu búinn að tala við Yngvar? Var hann búinn að taka lag til fyrir þig? Já, Yngvi, þú miklu meistari. Er lagið ekki klárt? Já, það er vist klárt, ok. Herðu, þá fáum við stuðla Egils. Tjekkum á þessu. Nei, mann. Ég er búinn að stera þetta eitthvað upp. Ha? Getur slakað á. Ekki þess? Slakað á. Leskanga. Open up, put it in. Let's begin. Þú ert að fíblast þig. Leðu þess að ganga maður. Þetta er fín í Veistland, sko. Ég myndi að bara setja á diskoteki með glóstig. Ég væri farin út. Besti partur er ekki byrjaður. Er hann blásandi í flautun allt lagið? Hann er með flautu, já. Allt lagið? Nei, síðan segir hann syngurinn á milli. Besti partur er ekki búinn. Hörru, besti partur er ekki sem byrjaður. Það slaka aðeins á. Þér getur ekki fundist þetta fló. Þetta aðeins. Hvaða djöfla síða er þetta, maður? Það er, veist að, Coverage Groove af Skáraðið.
Oi, hvað þetta vond maður. Veitu, þú heyrðu, DJ Alligator svona Let me hear you say Já, svo þetta og einhver flauta. What you call loud. Þú kannt þetta. Þú ert að hlusta á því alveg. Þú heldur þess að velja stuðla eigin sem það eitthvað aðeins það. Þetta kann ég það. Þetta gerðu okkur að laka. Mjög góð partur að koma nú. Það var ákvæð, ég er bara með gæsa á það. Ég byrja þess. Svo nú keirir hann tempóðu niður. DJ Alligator veit alveg hvað að gera. Keirir tempóðu niður. Fólki með glóðstingi róast. Sér aftur upp að byrja þess. Hvað gerist þá? Heyrðu. Já, lækkum í þessu alveg á stundinni. Þetta er, Ingverinn er honum að segja að þetta er verstalag sem hann er eitt líka. Þetta er ekki bara ég. Þessi dagskorðu virkar ekki og tala alltaf onni í lauginu. Sko, mér fannst þetta góð hugmynd hjá þér. Þú sagðir að þú til að vera með þitt stuðlag. Þá ég held ég að tala kannski Hathaway, What is Love og eitthvað svona. Eitthvað good shit stuðlag sem kemur fólki, what gets people going. Þetta er bara, það er fólk að keyra út af, held ég. Ég er mjög viss að sé eitthvað sem ætlaði að vera blái eitt úr í kvöld. Ég tóku upp að ég er á leiðinni ríki. Nei, það er eiginlega 100%. Það hlustar enginn á svona djöflasýru og keyrist í gang. Djöflasýru? Já, þetta var bara eitthvað DJ Alligator, mjög virtur DJ, allt niður því. Já, hérna nú bara Heiðar Austmann. Heiðar Austmann, sest aðeins hérna, Heiðar. Segðu mér eitt, nú ert þú einn virtasti DJ landsins. Fólk talar um þig að, já, þú ert svona Bono DJ-an á Íslandi. Vertu velkominn. Velkominn Heiðar Austmann. Egill Einarsson, sem er með versta tónlistasmekk sem ég hef Settu lagið að sundi, leiðu meistara Heiðar Austmann að heyra þetta. Hvernig finnst þér þetta lag? Leiðu maður hlusta þá að sá það. Þetta aðeins hlusta það. Já, hlusta, á dæmir Heiðar. Hlusta besti parturinn að koma núna. Já, ég kalla þetta. Þetta minnir mig svolítið á... Já, lækka þessu. Þetta minnir mig á eina 3 tíma ferð sem ég fór í með Agli Einarsinni hér árið. Við vorum að spila saman fótbolta hjá IH í Hafnarfirði. Hann spilaði svona músík alla leiðina upp á Blönduós. Ég get svo svar. Ég myndi frekar hlaupa á Blönduós heldur en að vera í þeirri rútu. Ég er ekki að grínast. Á hverju heldur ég sé svona í dag? Það er út af honum. Þið eru með stórskýtin tónlistarmenn. Þetta er rosalega fínt í svona... Er þetta fínt? 1 og 1 lag, jú, 1 og 1 lag. Já, sko, alla tekki minn maður Heiðar Austmann. Já. Ég bara vill ekki dissa þá sem fíl þetta. En Heiðar Austmann, one of the hottest DJs around. Er þetta DJ eitthvað helgina? Nei. Nei, rollið hitt. Við erum næstu helgi ég og Rikki á Selfossi. Selfossi? Með Halleluja. Ok. Er það 800 bara að Hvítahúsinu? Hvítahúsinu. 800 bara brann. Er ekki búið að byggja hann aftur það? Já, ég held að sé að vinni. Já, ég vona það. En þetta var stuðlag, Gilsarans og ég held að flestir hlustendur séu sammála mér Egill. Nú vil ég ekki vera löðal, ég held að það sé ekki margir að núti sem að fíla DJ Alligator. Ég bara, hvernig veistu það? Þú er ekki hugmyndu. Og ég skal alltaf reyna að koma með eitthvað meira stuðla næst. Já, ok, við gefum... Ég vil alltaf blása hann á dagskólið af eða? Nei, við gefum stuðlagi Gils eitt sem næsta föstudag, en við skulum núna fá eitthvað alvöru lag. Í beinni útsendingu frá skemmtigarðinum í Smáralind. Við erum búin að vera hérna síðan 4 í dag við Egill. Fyrst aftur afsökunar á Blow My Whistle með DJ Alligator. Ég var einmitt að spyrja inn á Twitternum hjá mér hvernig fólk var að fíla þetta lag. Þeim endilega að senda mér hvort ég sé einn í þessu. Það er að reyta þinn feedback frá DJ Alligator fans á Twitternum. Já, það eru einhverjir síruhausa. Það eru mjög eðlilega menn. Síruhausa, þetta er kallað fólk sem hlusta á okkur síruhausa. Nei, þetta er síru tónlist. Það er ekki, enginn sem hlustar á FNÍ Blöð síruhaus. En ég ætla að koma aldrei tala þannig um hlustendur. En ég ætla ekki bara að breyta stuðla, ég ætla ekki bara að þóknast þér. Hvað er komið með krítnæst, frábært? Nei, ég er með gott stuðla hérna, handa þér í lægjaleðinni. Ég á dagskólið. Já, þú átt hann, ég veit ekki henni það. Ég ætla að hugsa eitthvað næst, ég hef viku. Ég má alveg samt, þú veist. Þú mátt gagnrýna. Ég má segja að step up your game. Þetta er eins og ég er með alltaf með lægjaleðinni heim. Þú lætur mig heyra það, finnst það lélegt. Ég er ekki að banna það. Nei. Og veist það líka bara gerir þig að betri manni ef þú tekur gagnrýni. Já. Vissir það? Já. Þetta var sagt við mig hérna fyrir nokkrum árin síðan. Hvað sagði við þig? Man ég ekki. Hvað raun ekki? Nei, það var toppmaður. Ok. En hérna, við ætlum að, hverja ykkur kæru hlustendur. Við erum að fara, hörðu, ég ætla að skora á þig núna, on the Blondale. Tökum fyrst einn körfuboltakassa. Í bílakassa. Nei, við erum búin að fara 2 svæðina helvitis körfuboltakassa. Ég var til einn enn, ég skora kannski að svessa, já. Við förum í hana bílakassan, byrjum honum. Ok, ég var líka til að fara að mótuhjóli, en við þökkum kjallaði fyrir hlustunum í dag og við verðum mættir á mánudaginn. Það verður síðasti þátturinn af Sól og Hólm í FNÍ Blöð. Þannig að endilega stillið inn á það. Við verðum veislu handa ykkur. Við, eins og ég segi, þökkum kjallaði fyrir daginn í dag og þökkum fyrir hérna í Smáralindinni í skemmtigarðinum. Það er búið að trýta okkur eins og konga hérna. Það er bara svoleiðis. Og heyrumst á mánudaginn, tek ég vel á móti Rikka G, hann er að mæta í stúdíóið, en við ætlum enda þetta á laginu á leiðinni heim og hlustaði núna Egill, því þetta er stuðlag.
Ef þetta lag, nú má bara Yngvi setja það á. Þegar þetta lag þetta inn, þá ég til að gera þetta í gang. Ég veit alltaf, ég finnur enga mann sem elskar þetta lag meira en ég. Nú fær maður sér kannski smá pappakók og kíkir í kassana þetta frammi. Þetta ræðist þetta. Nú kemur næstu. Takk fyrir hlustuna. Tveir harðir í FM 95 Blu ætla að vera í beinni útsendingu frá skemmtigarðinum Smáralind í dag. Í tilefni þess að nú búið að kaupa ný tæki og breyta efri hæðinni í skemmtigarðinum í Smáralind fyrir fullorðna ætla Auðun Blöndal og Gils að bregða út af vananum og senda FM 95 Blu í beinni í boði Pepsi. Fylgist með á FM 957 og vinahópurinn þinn gæti fengið boði í partí frá klukkan 5 til 8 í dag. Fastar og fljótandi veigar í boði, frítt í öll tæki og Sverrir Bergmann spila fyrir gesti. Á sama tíma skemmtigarðurinn að kynna nýtt tilboð. Partítilboð Pepsi. Komdu, fáðu skorkort og kepptu við vinið þína í glænýjum og geggjuðum leikjum fyrir fullorðna. Þú borgar 1990 kall eftir klukkan 7 allar helgar og spilar í öllum tækjunum eins oft og vilt í 60 mínútur. FM 957 og skemmtigarðurinn Smáralind efri hæð, nú fyrir fullorðna líka. Víking jólabjórinn komin á Hressó, Thorvaldsen, Rosenberg, Mánabar og nýlendu vöru verslununa. Hvar verður þú í kvöld? Nær Arsenal að sigra botnlið Queen's Park Rangers eða vinna Mark Hughes og félagar loksins leik. Arsenal Queen's Park Rangers á enska getrunarseðlunum. 190 milljónir í pottinum fyrir 13 rétta. 1x2. Við tippum. Laugarás Bíó kynnir í fyrsta sinn á Íslandi. Bíósýningar í 4K. 4 sinnum skýrari mynd. Laugarás Bíó. Ávallt í farabróti. Egils Gull kynnir Halloween trilling helgina á English Pub í Hafnarfirði. Föstudagskvöld, Ingo Veðugvuð. Laugardagskvöld, Júlla Disco. English Pub, Hafnarfirði. Snyrtibutu dagar í lyfjum og heilsu. 25% afsláttur af snyrtivörum til sunnudags. Lyf og heilsa. Við hlustum. Víking jólabjórinn kemur í dag.